Sko ég held bara fyrst og fremst að það sé óbúslega barnalegt að halda að þetta hafi ekki skaðað orðspor Íslands eins og hefur verið reynt að halda fram. Þannig að auðvitað gerir það. Og ég tala nú ekki um þegar þetta kemst sko ítrekað í fréttirnar og það eru nýjir einstaklingar sem eru sem eru að koma upp á yfirborðið. Ég meina við getum bara ekkert haldið öðru fram þegar Ísland er ítrekað á forsíðum vefsíða eins og Guardian og svo Deutsche Zeitung og Le Monde í Frakklandi og eitthvað. Ég meina það hefur bara mjög mikið að segja. Og svo erum við með forseta sem ríkir á Íslandi sem segir no, 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 no. Fyrir nú utan það. Og virðist svo vera flektur í máli sjálfur. Já, við erum núna með 2 svona ráðamenn sem að einhvern veginn verða uppvísir að eiginlega, já, bara annarkvort að vita lítið eða að segja ósatt þessi mál. Það er ofboðslega slæmt að forseti Íslands hafi komið fram með svona afdráttarlausa yfirlýsingu í viðtali og ég meina það var ekki viðtal hérna heima, þetta var á CNN. CNN, takk fyrir. Og hefur farið út allt. En hvernig metur stöðans vegna þess að ég tók eftir því þegar að það kom í ljós að foreldrar Dorothée Moussef höfðu eignast einhverja peninga hér áður fyrr á aflandseyjum, það fannst mér kannski ekki snerta þau forsetahjónin mjög mikið en nú er komið í ljós að Dorothée Moussef á sjálf peninga í aflandi að skýla sér í þessum efnum þegar skattarnir eru annars vegar. Þetta er ekki bara stigsmunur heldur eðlismunur. Já, og þetta er ofboðslega slæmt fyrir forseta Íslands og þetta vekur líka upp aftur sko gömul mál þau að forsetafrúin skuli ekki vera búsett á Íslandi, skuli ekki greiða skatt á Íslandi og nú er því haldið fram að þau séu og hafi alltaf verið með algjörlega aðskilinn fjárhag hjónin en Íslandingar eiga bara og allir eiga bara heimtingu á því núna myndi ég halda sérstaklega því forsetinn að óska eftir umboði til þess að halda áfram í 4 ár enn að ef hann ætlar að gera það þá þarf hann bara að leggja öll spilin á borðið. Það er ekki nóg að segja að konan hans sé einhvern veginn með allt sitt í öðru landi og hann veit ekkert það. Það virkar ekki svoleiðis.